gamla Grýla dauð, gafst hún upp á rólunum. Nú hún gamla Grýla dauð, gafst hún upp á rólunum. Setning sem við höfum mörg hver tautað fyrir okkur á barnsaldri og reynt að halda dauðahaldi í þá trú að þessi ókvænlega tröllskessa sé steindauð og éti ekki fleiri börn. Í Hveravík við Steingrímsfjörð býr hún Kristín Einarsdóttir, en hún þjóðfræðingur og hefur rannsakað og kafað ofan í sögur og kvæði af Grýlu. Við þekkjum flest Grýlu eins og hún birtist í kvæði Jóhannes úr Kötlum. Þar sem að Grýla bara kemur úr fjallinu og tekur óþekk börn, fer með þau og þá fer að sjóða í pottinum. Og börn eiga bara ekki að vera óþekk, af því þá getur Grýla tekið þau. Annað sem gerðist þar enginn veit, en Grýla varð samstundis södd og feit. Hún hló svo að nötraði hamarinn og kyssti hann leppalúðum. Þetta svakaleg ógn. Og ég man sjálf hvað ég var hrædd við Grýlu. En í þessum kvæðum sem eru flest eftir presta á Austurlandi, þar kemur bara allt önnur Grýla fram. Hún alltaf látin eiga heima í einhverju fjalli í sveitinni. Og svo hún látin í þessum kvæðum, þetta eru svakalega löng kvæði, þau eru alveg kannski 150 erindi. En það yfirleitt svona svipuð saga, hún kemur úr fjallinu, kemur á bæina, talar við bændur og bændur eru nafngreindir og hún talar við þá. Hún segir Hún segir þú þarft að gefa mér eitthvað að éta. Þú átt óþekk börn, get ég ekki fengið eitt barnið. En bændurnir, pabbarnir, standa alltaf á milli hennar og barnanna. Og þeir verja sín börn. Og þeir segja bara, nei, börnin mín ekki óþekk. Og þú getur bara fengið þennan gamla hund eða þetta gamla hross eða eitthvað. Einn bóndinn hann bara datt í það með henni og hvarf með henni inn í hellinn. Það eitthvað verið að segja bændurnar í sveitinni. Henni lýst og þeir einn höfundurinn kannski lýsir henni svona, svo vill næsti bæta við og það oft alveg svakalega lýsingar eins og í frægasta kvæðinu sem heitir Stefán Ólafsson frá Vallanesi. Hann lýsir henni alveg, hún sig svo ófríð að höfuðin ber hún 3, þó ekkert minna en á miðaldra kú. Kinnabeinin kolgrá og hrútsnefið hátt, þar í 18 hlykkjónum þrútið og blátt. Það í 18 hlykkjónum og hárstríið hart, ofan fyrir kjaftinn tekur klebrótt og svart. Eyrun hanga 6 saman, sauðgrá á lit. Þetta svona mikla lýsingar Svo allir vita, Leppalúði núna maðurinn hennar og hann svo latur og eitthvað. En semst í þessum kvæðum að þá koma fram 2 aðrir eiginmenn og Bóli fann nú litla sögur af honum, en Gustur aftur í einu kvæðinu að þá eftir Jón Guðmundsson sem var prestur á Skeggjastað. Karlinn minn hann Gustur í kröminni þá lést. Ég varð ofur fegin því af honum fékk mig hrest. Hún át sem sagt Gust, sem að kannski nú kannski ekki svo svakalegt, af því að hún náttúrulega búin að vera étandi börn alltaf. Þannig þó hún éti einn dauðan karl, þá það kannski ekkert svo rosalegt. Svo eitt kvæði sem að mér finnst alveg ótrúlega skemmtilegt. Og það sem sagt ekki eignað neinum eða ekki talað neinn höfund. Og þar segir bara frá því þegar að sem sagt Grýla og Leppalúði kynntust. Og ég hef alltaf kallað þetta veislukvæði og hún sem sagt að undirbúa veislu og það ekkert lítið sem hún hefur í matinn, það eru hálfir hestar og heilir og eitthvað. Og þarna kemur Leppalúði og þarna á hann einstæði faðir. Kemur hérna með einhver börn með sér, eða börn.
Klóa langur bjálfi bóli, ber þá í kulda andlit sveitt. Leppalúði, vakur voli, vílar ekki hann surtu neitt. Þannig sem sagt haft vín hönd. Veislan stofnast vegleg næsta, var á borðum flesk og brauð. Söddu búka drengir desta, drykk af kappi, leppur bauð. Þá kom Grýlu strimpan stærsta, staðfullir rétt með bjór og vín, Grýla kallar á börnin sín. Allt til lagga numu þeir næsta, nú tók allt að hljóða, skreppur leppur langleggur og skjóða. Þá hérna, þau eru sem sagt bæðunum svona eitthvað smá drukkin, eins og gengur í partíum. Og þá sagt hérna, þá nam Grýla ganga beina, geðstór mælti lúða við, ég vild þú ættir hjá mér heima, heillakarl með allt þitt lið. Komdu bara og búðu hjá mér. Og hann verð hérna við því orðin leppalúði, lifna tók og hyrnar geð, síðan Grýlu sér fyrir brúði á samri stundu fastna réð. Hann var til í þetta. Börnin eigaðu bæði saman þverlind og þrá, af þeim eru jólasveinar, börn þekkja þá. Af þeim eru jólasveinar, jötnar og hæð, öll þessi ilsku þjóðin, ung börnum skæð. Það er ekki mikið talað jólasveina í þessum kvæðum, sko. Mér finnst líka svo gaman að Grýla hún er svo lifandi. Þú veist, það er ennþá, ég meina Baggalútur gefur út Grýlu lög, eða leppalúða, eitthvað svona. Það er ennþá verið að semja hana. Og það er náttúrulega kannski, sem sagt, allt þetta, Grýla og svo þessir jólasveinar. Það er hægt að segja að þeir séu svona með félagslegt aðhald, þeir eru að segja okkur hvernig við eigum að hafa okkur. Við erum orðin svo óbúslega meðvituð núna, við hræðum ekki börnin okkar á eina en einu, ekki löggunni, ekki því að einhver tali nú við þau eða eitthvað svona. En þetta er náttúrulega mjög handhægt í uppeldinu. Og ein vinkona mín, hún þurfti ekki nema að líta út gluggann og á Esjuna, þá gerði barnið eins og því hafði verið sagt.